Komið sæl og blessuð. Hér ég búin að taka nokkur spil. Ekki með neitt sérstakann í huga eða neitt sérstakt málefni. Bara leyfa orku spilanna að flæða og sjá hvaða skilaboð kom í gegn. Það fyrsta sem kemur hér er málefni sem er búið að velkjast lengi fyrir þér og öðrum og ákvörðun sem hefur þurft að taka. Þetta hefur verið stór ákvörðun, hún gæti hafa tengst andláti einhvers sem hefur verið þér nákominn og ég fæ sterklega á tilfinninguna að hér sé einhvers konar fjármál að ræða. Það eru væntingar varðandi þessa peninga. Þetta geta verið væntingar varðandi arf eða hluti, verðmæta hluti sem þarf að taka ákvarðanir um. Þú ert einn af þeim aðilum sem hér er komið inn á, en það eru fleiri sem eru hérna viðloðandi, skulum við segja. Þetta eru mikilvægar ákvarðanir, en þó ekki það mikilvægar í stóra samhenginu. Það er mikil streita, mikil þung orka sem hefur verið hér og fyllt þessu. Að gera að reyna að losa sig við óþarfa áhyggjur, óþarfa streitu og ekki að vera að burðast með hluti sem það er að segja, já, ekki að vera að gera úlfuvalda úr mýflugu, skulum við segja. Þú ert ennþá að íhuga og það er ennþá verið að íhuga og það eru freistingar í gangi, freistingar sem munu hafa áhrif á útkomuna. Það sem væri jákvæðast varðandi þetta væri að taka tilfinningar fólks með í reikninginn, þó það sé ekki alltaf skynsamlegt kannski þegar jarðnesk fjármál er að ræða. Þá er allavega partur af þessu tilfinningatengdur og í raun og veru kannski ekki hægt að meta til fjár allt sem hér ræðir. Og ég fæ eftir sterklega á tilfinninguna hér sé arf að ræða. Það þarf þó ekki að vera. Það er aldrei hægt að gera öllum til hæfis og stutta svarið hér er það að það munu ekki allir verða sáttir. Þú vilt réttlæti, þú vilt að hlutirnir verði afgreiddir á ákveðinn hátt, en það er margt sem togar í og það er margt sem glepur og einhver hlið á þér eða þeim sem að stendur næst þessu máli vill að þessi fjármál eða þessar eignir sem hér ræðir, að þeim verði ráðstafað þannig að þær gefi meira af sér eða margfaldist. Það er kannski ekki endilega raunin að það sé raunhæft, en það er eins og hér sé einhver sem vilji fara í, við getum kallað það brask eða kaup og sölu með hlutina til að margfalda eða reyna að
hámarka upphæðirnar sem hér ræðir. Þú ert svolítið á bremsunni með það og með réttu vegna þess að hér tilfinningar fólks að ræða. Það aftur verið að koma inn á það að taka tillit til líðanar þeirra sem ræðir. Þetta stress eða þessi streita sem í gangi í kringum þetta mál gæti verið farin að taka toll af einhverjum, það að segja að viðkomandi sofi illa eða sé hreinlega með einhvers konar veikindaeinkenni og viðkomandi bara bent á að fara varlega og hugsa vel sig og sína heilsu og reyna að kúpla sig sem mest út úr streitunni varðandi þetta og láta hlutina fara á þann veg sem þeir fara. Það í raun og veru bara ein leið sem réttlát og skynsöm í þessu og mér sýnist þú vita hver hún Það einhver hér sem horfir, ef svo má segja, yfir hálsmáli að þér varðandi útkomuna á þessu máli. Reyndu að busta viðkomandi af öxlinni. Velgengni í lífiðinu mun opnast í kjölfarið á þessu máli og þú munt standa uppi sem sigurvegari vegna þess að þú munt vera sanngjarn eða sanngjörn og munt fara með þetta mál af heiðarleika. Þetta tengist fortíðinni þinni, tengist inn á fjölskyldu og liðna tíð og það þar sem að þú finnur svolítið svörin varðandi spurningarnar sem leita á þig. Og það gefur þér mjög mikið að tengjast inn á þessa orku. Hún jarðtengir þig eins og hér stendur, grounding, og hún, með því að tengjast henni þá hefur þið báða fætur á jörðinni og tekur þar af leiðandi skynsamari og jákvæðari ákvarðanir fyrir þig og þína. Haltu áfram að hafa fegurðina að leiðarljósi, haltu áfram að trúa á galdra. Haltu áfram að hrífast af hinu fallega í kringum þig, hrífast af veröldinni, planaðu ferðalögin sem eru innra með þér. Gerðu þau að veruleika, lifðu þér það, þú átt að skilja. Og ef þið vill tengjast þessi ferðalög inn á þínar slóðir, þar að segja fjölskyldu og ættarslóðir. Ég óska þér alls hins besta með þetta, ljós og kærleikur.